Þegar við vinnum með vefþjónustur og mikið af gögnum, þá viljum við oft á tíðum nota okkur paging, en það er einhver leið til þess að takmarka hversu mikið af gögnum er skilað. Ef við erum með dálk eða töflu í gagnagrunni sem hefur mörg þúsundur raðir eða jafnvel milljónir færsla og ég bið að fá allar þær færslur, ég segi get á /users, þá vil ég ekki fá 1.000.000 notendur tilbaka og með 1.000.000 færslum og þá þeim bara stærð á svari og hugsanlega hægagangi bara að sækja þau gögnum gagnagrunnum. Það bara eru mörgum vandamál sem koma upp ef við reynum það. Og þá getum við notað að við biðjum ákveðna síðu sem við þá skilgreinum hvaða síðu við viljum og gögnunum er skilað til okkar í ákveðnum síðum. Og þær eru þá oftast takmarkaðar af fjölda færslna per síðu og hve mörgum við sleppum og þá er það limit og offset. Þannig að ef við segjum limit 10, offset 10, þá erum við að biðja síðu sem birtir ykkur færslur frá og með 11 til og með 20. Við getum líka einfaldað þetta í bara page sem er þá einhver fyrirfram skilgreindur fjöldi per síðu og síðan er page margföldin á honum. Þannig að page 1 eru færslur 1 til 10, page 4 eru færslur 31 til og með 40. Síðan þurfum við að láta vita hversu margar síður á gögnum við höfum. Oftast, stundum getum við bara sagt það eru fleiri gögn, en þá getum við skilað því í header, bara í HTTP header við svarin okkar, eða bara sem einhverjum svona lýsigögnum sem fylgja með svarinu. Í RFC 5988 er skilgreint weblinking og hvernig nota með það í hausum og þá fáum við link header sem segir hérna einhver slóð fyrir relationið previous og síðan einhver slóð fyrir relationið next. Við getum líka notað okkur link, _link sem er skilgreint í HAL eða sem er þá svona þar sem við sáum að við fáum einhvern links object sem að vísa þá í object af þessum gögnum. Þar erum við með sjálfa síðuna sem við erum á núna sem getur þá verið síða 2, fyrir síðan er síða 1, næsta síða er síða 3 og síðan fáum við öll gögnin. Og þannig er við aðskilið á milli þess að við erum með gögnin sjálf hérna og svo erum við með einhver lýsigögn hérna sem að nota þetta underscore til að tákna að þetta séu lýsigögn. En þegar við notum Postgres þá getum við sendt þetta offset og limit beint inn í Postgres query og þá getum við sagt ef við erum með einhverja people töflu, við viljum selekta gögn úr henni, offsetta þau 0, sem frá með 0. stakinu og upp að 10. stakinu. Og við getum sendt þetta inn sem parametrast gildi sem við gerum að sjálfsögðu til þess að passa upp á öryggismál.